Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin til að ræða frumvörp til útlendingalaga. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, lögmaður, vertu velkomin. Takk fyrir. Ég hef gert tilraunir til þess að fá þingmenn eða bara, þessast meiri hlutans til þess að koma hingað að Rauða borðinu núna í 2 vikur að ræða téð frumvörp. Þetta eru stórar og miklar ákvarðanir frelsissviptingu á saklausu fólki og það eru tilfærslur í vísa eða dvalarleyfiskerfinu fyrir háskólanema og svo eitt í viðbót. Það afturköllun alþjóðlegrar verndar. Akkurat. Og þú ert gagnrýnisrödd sem hefur sannarlega vita á því sem þú ert að tala um. Þetta er svolítið þinn málflokkur og þegar þú varst á þingi þá stóðstu mjög fast gegn breytingu sem gerður voru fyrir 2 ára síðan. En ástæðan fyrir því að þingmennirnir ég vildi ekki koma og ræða þetta frumvarp. Ég veit svo sem ekki hverjar þær eru en mig grunar og svona farið að gruna að þetta sé hreinlega vegna þess að þau séu bara ekki alveg nógu vel inn í málinu eða vegna þess að þau kannski eru ekki alveg 100% sannfærð sjálf. Og það hefur svona verið þín gagnrýni, ég skrifaði grein í gær og nú ætla þú að leiða okkur í allan sannleikann þetta. Já, mig grunar að það sé í rauninni annað þessu tvennu, ef ekki bæði. Ég held að mér finnst mjög miður, ég vil taka fram. Mér finnst mjög leiðilegt að það hafi ekki fengist þess að koma til að ræða þetta vegna þess að nú ég kannski svolítið með hattinn sem var að formaður félags talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd. Við erum nokkru lögmenn. Það eru mörg félagasamtök sem að kannski eiga það sameiginlegt að gæta mannréttindum ákveðna hópa sem að hafa verið að leita svara við tilteknum spurningum. Það kemur mjög á óvart hversu lítið hlustað á þessi samtök, virt samtök. Við erum að tala um UNICEF, við erum að tala um UNIFEM, við erum að tala um UN Women og við erum að tala um Barnaheill, Rauða krossin og fleiri félög. Það lítið hlustað, Flóttamannastofnunina líka, þó hún sé svo sem ekki inn í þessum hópi því að hún okkar málsvari þar er á Norðurlöndunum. Þannig að það svona, okkur vantar einhvern vettvang til þess að fá svör við þessum spurningum. Það svo margt sem er skrítið sem verið að gera þarna. Ég hef áhyggjur af því sem oftar í þessum málaflokki að þau sem taka ákvörðunirnar séu ekki meðvituð hvað í þeim felst. Við höfum séð ítrekku dæmi þess á undanförnum árum þar sem að við höfum varað og þegar ég segi við, þá í rauninni meina ég kannski bara alla sem standi í þeim sporum að vera að vara við afleiðingum þessara breytinga. Það ekki hlustað á það, svo þegar að varnaðarorðin verða raunveruleika, þá allir voða hissa. Og dæmunum þetta fjölgar. Og kannski eitt skýrasta dæmið, eða allavega skýrt dæmi sem kom fram í grein sem ég skrifaði í gær. Sem að svona kannski samt lítur aðeins að praktikinni og ekki þessum 3 lagabálkum sem við erum að tala um heldur lögunum sem voru samþykkt 2023. Hvort þú vilt fara Jú, bara endilega. En sem sagt, það sem ég var að gagnrýna í grein minni í gær, eða gagnrýna, benda á, að afleiðingar breytinga sem gerðar voru 2023 eru að hafa ofsalega slæm áhrif á skilvirkni í málaflokknum, eru að skapa rosalega mikla flækju og lagalega óvissu og ofboðslega vonda nauðung í kerfinu. Þar ég að ávarpa sérstaklega mál sem eru nýja á nálinni. Það var bætt við heimild í lögin árið 2023 fyrir Útlendingastofnun að vísa umsóknum frá, ekki taka til afgreiðslu, umsóknum alþjóðlega vernd, vísa þeim frá á þeim forsendum að umsækjandi geti farið eitthvert annað og sótt þar. Þetta ekki fólk sem búið að komast að niðurstöðum að sé ekki flóttamenn, þetta eru jafnvel flóttamenn, en umsóknin ekki opnuð, heldur þeim gert að fara eitthvert, gjarnan til lands þar sem að þau hafa einhvern tímann haft dvalarleyfi,
hafa gefið upp að þau þekki einhvern eða einhver ættingi eða hafa einhvers svona tengslulandið. En það sem við bendum á, af því að nú voru þessi lög varin með því að þetta snúrist skilvirkni og sparnað og allt það, að þetta sko alls ekki, það ekki skilvirkni í þessu vegna þess að þegar einstaklingi vísað til lands þar sem hann hefur ekki heimild til komu og dvalar, og það einmitt, í þessu lagaákvæði það ekkert skilyrði að umsækjandinn hafi heimild til þess að fara til þessa lands. Algeng dæmi eru flóttafólk frá Venezuela. Nú bæði verið að synja þeim umsóknum, þá sjaldan að þær fá að fara í efnismeðferð, en það líka bara verið að vísa þessu fólki eitthvert annað. Farðu til Chile, sagt þar, þú átt frængu þar. En viðkomandi hefur enga heimild kannski til komu og dvalar. Og nú ég bara að nefna dæmi út í loftið. Það sem gerist þá að fólk festist. Lögreglan getur ekki flutt fólk þangað sem henni dettur í hug. Til þess að varpa ljós á hversu augljóst það nefni ég dæmið, hvað þætti íslensku stjórnvöldum ef önnur ríki myndu bara senda alla umsækjendur alþjóðlega vernd sem leita til þeirra, myndu bara senda þau til Íslands? Nei, sagtu bara á Íslandi. Það augljóst þegar maður hugsaður þannig að það ekki hægt. Ríki get ekki bara sendi eitthvert nema þú hafir heimild til þess að koma þangað. Þannig að það verið að vísa fólki til landa þar sem það hefur ekki heimild til komu og dvalar. Það gerir það verkum að lögreglan getur ekki flutt fólkið. Mögulega getur fólki fengið dvalarleyfi að nýju í þessum ríkjum, en ekki sem flóttamenn. Það getur ekki sótt um vernd. Þú getur ekki sótt um vernd í landi fyrir þú komin nángað. Það held ég sko bara sama reglan sem gildir allstaðar. Þannig að þú í rauninni mátt ekki fara nángað. Það sem að stjórnvöld gera til þess að bregðast til þessu að pína fólk. Ég ætla bara að orða það þannig. Til þess að reyna að fá það, til þess að fara eitthvað annað, það sem við köllum sjálfviljug. En þau auðvitað ekki sjálfviljug vegna þess að þau eru í sjálfheldu. Segjum að viðkomandi myndi sækjum dvalarleyfi eða ferðamanna áritun til viðkomandi lands, þá samt verið að ljúga þeim stjórnvöldum. Vegna þess að viðkomandi ekki að fara sem ferðamaður. Hann ætlar að fara og sækjum alþjóðlega vernd. Og það ekki boði. Þannig að það er búið að búa til ákvæði þarna í íslensku lögum sem ekki hægt að framfylgja. Og í rauninni eru brot á þjóðarétti. Skilvirknin í þessu augljóslega ekki fyrir hendi vegna þess að fyrir vikið, eins og var við við komið með mjög stóran hóp fólks sem að getur hvorki verið. Fólk getur ekki fengið að vera, fær ekki að vera, getur ekki sótt annars konar dvalarleyfi, getur ekki fengið umsóknina sína opnaða hérna og það getur ekki farið vegna þess að það hefur í rauninni ekki heimild til komu og dvalar. Einhver hafa fengið málin endurskoðuð á endanum eftir sko margra mánaða bara vesen. Já, þetta tekur langan tíma. Allan tíman, meir og minna á framfæri íslenska ríkisins í stað þess að vera bara með dvalarleyfi og geta farið að vinna. Og kannski fá það endur opnað málið sko eftir mjög sko í rauninu hvað að segja kaotískum málsmeðferðum vegna þess að það er rauninni búið að loka öllum leiðum til þess að fá mál endurskoðað og á meðan býður fólk hérna heimildirnar sem að verið að auka núna síðan eru þvingunarheimildir til þess að refsa fólki fyrir að fara ekki sjálft en fara ekki sjálft hvert og ákveða forsendum. Það er verið að búa til kerfi sem ekkert í samræmi við þjóðarétt, bara ekkert í samræmi við neitt rökrétt. Og svo það þessi sífellda rangværsla að við séum að laga kerfið okkar af því sem gengur og gerist í öðrum ríkjum. Það bara ekki rétt. Það er einhver hugmynd sem að í samræmi við það sem gengur og gerist annars staðar, sums staðar, en útfærslan bara eitthvað vitleysa í rauninni. Og það fyrir þetta að sko löggjöf og framkvæmd í þessum málaflokkum ekki samræmd á milli ríkja, ekki einu svona milli Norðurlandara. Þannig að það kannski verið að svona tína til eitthvað slæmt hér og þar, en heildarmyndin verður bara eitthvað sem óframkvæmanlegt, dýrt, engin skilvirkni og fer allt í eitthvað svona skrúi. Og þá kannski komum við að þessum frumvörpum sem núna liggja fyrir Alþingi. Eitt af þeim þetta frumvörpum brottvísunar búðir, eins og það kallað, brottfararstöð. Brottfararstöð mitt. Og sko rökin fyrir þessu hafa verið þau að okkur beri skylda til þess að hafa brottfararstöð samkvæmt Schengen-samstarfinu og að svona brottfararstöð myndi fela í sér vægari
úrræði heldur en eru í dag með því að loka fólk inn á Hólmsheiði. Þetta er rétt og rangt. Það sem er rétt er að við megum ekki fangelsa fólk í aðdraganda flutnings. Það er það sem hefur verið gagnrýnt. En við höfum heimildir í lögum, gildandi lögum eru heimildir til þess að úrskurða fólk í varðhald í aðdraganda flutnings þegar öll önnur úrræði eru reynd og ef að það er talið að fólk munir reyna að koma sér undan flutningi. Þær eru í lögum nú þegar og þær eru notaðar. Ef að við ætlum bara að bregðast við athugasemdum Schengen eftirlitsnefndarinnar sem að við vitum ekki betur en að séu bara þessar, við hefum ekki fengið þessi gögn, miðað við þær reglugerðir sem vísað í, þá er athugasemdin eingöngu þessi, það má ekki vista þau í fangelsi, þá vista þau annars staðar, í mannúðlegum aðstæðum, en það þarf engin ný lög, það þarf enga nýja löggjöf til þess að þetta megi verða. Það er nýtt öryggisfangelsi. Nei, bara alls ekki, eða sem sagt, jú, en ekki til þess að fangelsa breiðari hóp. Það sem er verið að gera með þessu frumvarpi er alveg rosalegt. Sko, þingmenn kannski, og ég hef heyrt þingmenn, ég hef reynda svona að hlera í umræðum og viðtölum þar sem að þau opna sig þetta. Þá virðist þau vera að standa í þeirri trú að þetta sé nauðsynlegt og þetta sé einhvern veginn vægara heldur en er núna. Ég myndi spyrja þessa þingmenn, af hverju þarf nýja löggjöf? Heimildirnar eru til staðar, vandamálið er eingöngu staðsetningin. Þið þurfi bara að opna 5 herbergja úrræði á Keflavíkurflugvelli sem eru bara herbergi en ekki fangaklefar fyrir það fólk sem að núgildandi heimildir heimila ykkur á lokinni og þau eru það lokinni. Þarna er komið nýr lagabálkur, ný lög sem að stækka svakalega mikið þann hóp sem að heimilt er að fangelsa. Það er ekki vægara heldur en staðan er í dag. Það er ekki heimilt að setja börn í fangelsi í dag. Það væri heldur ekki heimilt að setja þau í þetta úrræði sem að væri hægt að setja fót. En þess þarf heldur ekkert. Það sem að er verið að gera þarna með þessum lagabálki er að það er verið að búa til heimildir til þess að fangelsa fólk fyrir að, eins og ráðherra orðar, að sýna ekki samstarfsvilja. Þá erum við ekki að tala um fólk sem hefur fengið synjun alþjóðlega vernd, heldur fólk sem að Útlendingastofnun finnst að ég að fara að sækja eitthvað strannastar, en það er engin heimild til þess að flytja það og það ætlar ekki að fara að ljúga þessu ríki og segist alltaf að koma í nám og fara síðan og sækja hæli. Er það ekki eitthvað sem við höfum gagnrýnt þegar það lítur að okkur? Ef það sýnir ekki samstarfsvilja og sko þetta er auðvitað náttúrulega galin túlkun á hugtakinu samstarfsvilji. Samstarfsvilji, þetta er fólk sem er ekkit endilega að reyna að koma sér undan flutningi. Það bara er ekki hægt að flytja það. Og það fer ekki að sækja dvalarleyfi annars staðar á fölsku forsendum. Þá má fangelsa það, samkvæmt þessu frumvarpi. Það sem er verst við þetta frumvarp er að það eru tekin úr sambandi ákvæði sem að við höfum í okkar lögum. Við erum með löggjöf fullnustu refsinga sem að gilda fanga, gilda frelsissvipt fólk, þar sem eru rík úrræði til þess að leita réttar síns. Það eru miklir varnaglar á öllum þvingunarástofum og annað slíkt. Þarna eru þvingunarástofanir og þessar reglur gilda ekki. Það er verið að setja samskonar þvingunarástofanir og eru heimilar í málum fólk sem hefur brotið hegningalög en varnaglarnir eru færri. Þannig við erum að taka einn viðkvæmasta hópin í þessu samfélagi og við erum að segja já, nei, þessi réttindi þau gilda ekki þig. Fangar hafa þessi réttindi, glæpamenn hafa þessi réttindi, en þið hafið þau ekki, af því þið eigi bara að fara. Hvert, hvernig, ekki það að reyndar stýra stjórnvöldi hvert þú ferð, af því að þú getur ekki fengið vegabréfið þitt, fólk verður ekki vegabréfið sitt, þarna eru til dæmis heimildir til haldlagningar vegabréfs sem eru langt umfram það sem er í dag. Vegabréf eru haldlögð í dag, það eru mjög ríkar heimildir í lögum til að haldleggja vegabréf fólks í þessari stöðu, það eru notaðar en það er hægt að skjóta þið til úrskurða dómara. Ég fæ ekki síðan að það sé hægt þarna. Ég rak augun í það við skoðun á frumvarpinu og væri mjög til í, ég væri svo til í að geta átt þetta samtal við fólki sem ætlar að samþykkja þetta og fá svöruð því hvort þetta sé
rétt skilið. Ég fæ ekki betur séð. En að það sé þannig að stjórnsýslulög, sem sagt ákvæði stjórnsýslulaga kæru og andmælarétt, það gilda ekki ákvörðunina að vista þig í þessum búðum. Þú færð ekki að andmæla og þú færð ekki að kæra það. Þetta þýðir bara þá að lögreglan getur tekið ákvörðun að frelsissvipta þig og loka þig inni, þanga til eitthvað tíman, taka þér við eitthvað bréfið og þú mátt ekki. Og þú getur ekkert borðið hönd fyrir höfuðir með neinum hætti. Ef ætlunum væri svo að fólk hefði þessum úrræði og almenntir þegar það frelsissvipt eða hlutir þess haldlaðir, þá þarf ekki nýja löggjöf. Við erum með löggjöf það. Það þarf ekki nýja löggjöf til þess að framfylgja ábendingum Schengen-eftirlitsnefndarinnar. Það þarf nýja löggjöf til þess að innleiða þetta skimunar dæmiðarna sem er flækt hann inn í, sem er reyndar gert með mjög óeðlegum og óskýrum hætti, en það hefur ekkert með þetta að gera. Það hefur ekkert með þessa brottfarastuð að gera. Þannig að það þarf ekki nýja löggjöf. Það er það sem ég myndi segja við þá þingmenn sem að telja sig vera að gera eitthvað óumflýjanlega nauðsyn. Það sem ég myndi líka, það sem ég myndi alltaf vilja segja er við fáum ekki sjá gögnin. Nú höfum við, sem sagt félag talsmanna umsækjendum alþjóðlega vernd, við sendum beiðni dómsmálaráðuneytið fyrir 5 vikum síðan tiltekin gögn sem eru nefnd í frumvarpinu og það eru skýrslur starfshópa sem hafa verið settar að fót, niðurstöður þeirra, úttekt Schengen-eftirlitsnefndarinnar. Mér reyndar grunar að það séu ekki gögn sem hægt er að opinbera, en hins vegar það er hægt að opinbera tillögurnar sem að stjórnvöld komast að niðurstöðum í kjölfarið og fleiri gögn og alþjóðlegu samanburður sem að kemur fram í greinargerðinni hafi verið útbúin. Hvers vegna getum við ekki fengið þetta afhent? Ekki orð. Við hefum ekki fengið svar, við fáum ekki staðfestingu á móttöku nema bara dómsmálaráðuneytið hefur móttöku erindið þitt. Barnaheill hafa óskað eftir sambærilegum gögnum fyrir í ágúst, óskuð eftir þessari alþjóðlegu úttekt. Ég hefði haldið að Barnaheill nýtu mikillar virðingar hjá stjórnvöldum og að þetta væri einfalt mál. Afhenda þessi gögn sem liggja fyrir, það er ekki verið að biðja að það sé eitthvað útbúið eða að fara einhver vinna í það. Það er verið að biðja að senda okkur þetta PDF-skjal sem er inn í möppu í tölvunniðinni. Þessi er ekki svarað. Þau hafa leitað til úrskurðarnefndar upplýsingamál vegna þess að þetta eru gögn sem eiga að vera opinber. Þannig að ég ætla að biðla til þingmanna varðandi til dæmis þessa úttekt Schengen-eftirlitsnefndarinnar og bara gera það formlega hér með. Við borgararnir, við eigum ekki rétt á þessum gögnum. Þið eigið rétt á þessum gögnum. Þingmenn er rétt á þessum gögnum. Ég ætla að biðla til þingmanna að fá þessi gögn og kynna sér þau, kynna sér þessa úttekt áður en þau taka því sem gefnu að það sé rétt, að þetta frumvarp sé eingöngu svar við því. Og ég bara biðla til fólks að fara að setja sig inn í þetta. Ég held að þeir þingmenn sem hafa verið beðnir að koma á ræðu þetta vilja ekki gera það. Ég held að sé annars vegar að því að þau treysta sér ekki til að verja þetta og hins vegar að þau bara veit ekki nóg mikið það, get ekki varið þetta vegna þess að þau þekki ekki nóg vel. Bið fólk að gera sér grein fyrir því að það sem við erum að samþykja þarna varðar grundvallar réttindi eins viðkvæmasta hóps í okkar samfélagi og í heiminum. Og sko þetta áhugaleysi, þetta skeytingarleysi gagnvart réttindum þessa hóps er gríðarlega mikið áhugjefni og það er fyrsta skrefið í beilinnis réttindasviptingu. Við erum að tala að það er verið að svipta fólk réttindi til þess að hafa réttindi og getum við allavega kynnt okkur máli áður við förum þangað. Þannig að það er mín bón til ráðherra. Nei, já, til ráðherra reynda líka. Já. Og til Freudjarslíf og til þingmanna. Ég myndi segja sama líka sko varandi þessar beiðnir okkar gögn. Af hverju segjum þetta sé bara ágjur okkar sé óþarfar. Þetta sé bara í áheyrðu, það bara þarf að gera þetta er vægara úrræði, þetta er bara hérna sem Schengen gerir kröfum. Af hverju fáum við ekki að sjá gögnin? Hvers vegna getið þá ekki bara rétt okkur þetta? Við rennum í gegn að já, ok, þetta er bara allt í lagi, good to go. Mig grunar að það sé bara ekki tilfellið. Það er ekkert sem bendir til þess að það sé tilfellið. Þegar við skoðum bara Schengen-reglurnar.
Það er engar Schengen reglur sem gera kröfu þetta. Það eru svona brottfarastöðvar í öllum ríkjum, meira og minna, svo ég viti til, ekki á Íslandi. En þá erum við að tala fyrir þann hóp sem nú þegar settur í varðhald á grundvelli núgildandi laga. Þarf engin lög. Hafna þessu frumvarpi. Ef að það það sem þið að reyna að gera, þá þarf ekki þessu lög. Þá sleppum við þessu. Það sem að líka bendir til þess að fólk sé, ekki alveg upplýst. Svona svolítið sofandi gagnvart þessu. Virðist vera því að það fer ekki mikil umræðu þetta inn á þinginu. Þetta vantar stjórnarandstöðuna. Hún bara fagnar þessu. Hún bara fagnar þessu og hérna vill helst ganga lengra. Þetta hefur það sýnt sig. Þessi hugmyndarfræði bara hreinlega að takmarka réttindi flóttafólks, hún kemur algjörlega þaðan. Og þetta er líka mikið áhugjefni. Það er auðvitað mjög mikið áhugjefni og ofsalega vont að þeir þingmenn sem að kannski væru líklegast til þess að, láta sig varða réttaríkið og bara það að hér séu grundvallarréttindi sem gildum alla, það sé enginn sem standi utan kerfis, að þeir eru stjórnarþingmenn og þá er hættu því að þeir þegi, þeir eru ósamála til þess að vera ekki að gagnrýna eigin ríkisstjórn og það er vond stað til að vera í og ég ætla bara að segja það, ég öfunda þau ekkert en gerum okkur grein fyrir hagsmununum sem eru hérna í húfi og gerum okkur grein fyrir því að það skiptir líka máli það sem við segjum ekki og þó að þau séu ekki búin að koma hérna og taka afstöðu við rauðaborðið, þá eru þau að fara að taka afstöðu í þingsal þegar þau greiða atkvæði með þessu máli. Ég gerir ráð fyrir því að þau gerir það. Það er líka algengt að þegar stjórnarþingmenn eru ósamála einhverju, að þeir eru fjarverandi við atkvæðagreiðslur og mér langar bara að segja að það fríar engan ábyrgð þegar við erum að tala þessa hluti. Svo þróun sem við erum að horfa hérna, hún snýst miklu, miklu meira heldur en bara það að það sé ekki verið að þjónusta hælisleitundur of mikið eða eitthvað. Við erum að taka fólk út fyrir sviga ákveðna hópa í tengslu við grundvallarréttindi sem að við teljum, held ég, flest að við eigum alla að njóta. En hvernig, í svona alþjóðlegu samingi, hvernig eru þessar reglur, þessi nýju lög, í samanburði? Er þetta eitthvað svona sem að er bara, þykir eðlilegt eitthvað starf annars eða svona eins og þau reyna að halda fram eða eru lög, eru til lög eitthvað starf í Evrópu til dæmis sem að heimila það að svipta fólk frelsi sínu og hafna svona grundvallar réttindum þeirra til réttinda eins og þú segir? Ekki að mér vitandi og það eru þetta þannig að til dæmis eins og í Evrópureglum það er miklu, miklu meiri fagmennska í útfærslu þeirra regluna. Auðvitað er margt það sem að manni líkar ekkert, en það eru ákveðna grundvallarreglur og reglurna fara í gegnum ákveði ferli áður en að þær eru samþykktar. Það eru varnaglar, það er ákveði réttar vernd. Og ég get ekki ímynda mér það. Nú fáum við ekki að sjá þessar úttektir. Við fáum ekki að sjá hennan samanburð. Af hverju fáum við ekki að sjá hann ef hann er svona skýr? Mér grunnreyndar í mörgum tilfellum hafa hann ekkert farið fram. Heldur sé þetta bara svona cherrypicking eitthvað, þetta hljómar eins og sirka það sem er verið að gera þarna en svo erum við að gera það bara einhvern veginn. Og það eru ekki nógu mikli varnaglar í okkar kerfi, lagasetningarkerfi, þetta er í gagnrýnt áður og bent á. Það kemur eitthvað draft í frumvarpinu sem fer inn á Alþingi og starfsfólk Alþingi er náttúrulega ekkert að skipta sér að því sem pólitíkin ætlar að gera og hún bara gerir það sem hún ætlar að gera og Alþingi gerir það sem það vill. Það er ekkert eitthvað starfsfólk þar sem segir bara stopp nú. Þetta stríðir gegn stjórnarskrá. Við erum ekki með neitt batteri sem að tryggir það að lög séu í samræmi við stjórnarskrá þegar þau eru samþykkt frá Alþingi og það er nú eitt mitt uppáhaldsmál að reyna að koma einhverju slíku á sem er nota bene í öðrum ríkjum. Fyrst við ætlum að vera að samræma okkar kerfið annar ríkjum. Ég ætla bara fullir að nei. Ég trúi því ekki. Ég veit ekki til þess að þetta sé með þessum hætti neinstaðar.
Þetta er svolítið í ætt við það sem við höfum verið að sjá kannski frá Bandaríkjunum með einangrunarbúðunum sem eru svona landamæra lögregluverðir sem eru einhvern veginn komnir með gríðalegt vald og mega einmitt svipta fólk frelsi sínu og bara senda það eitthvert í eitthvað svona gúlag eins og ég hef kannski, ég láti að hafa eftir mér hér til þetta borðaður og ég veit mikið fögnuð. Já, við mikið fögnuð en þetta svona, þú veist, og nú þekki ég ekki hvort að það hafi verið búin til sérstök lög í kringu það eða hvernig það virkaði eða hvort að það sé bara einfallega vegna þess að forsetinn ræður og ákveður svona hluti en mér finnst þetta svolítið svipað. Það er þetta margt sem er óhugnarlega svipað. Ég til dæmis, og ég vil nú taka það fram, nú er ég búin að vera í þessum málaflokki í tæp 20 ár, bregður alltaf þegar ég byrja að telja og ég hef aldrei heyrt það. Ég hef aldrei vitað til þess að það sé verið að úrskurða fólki gæsluvarðhald sem að börn og aðskilja börnin og setja það í fósturkerfið. Svo er ég að heyra þetta núna, að þetta hafi raunverulega gerst. Og þá vil ég segja við þingmenn, eins og Sigmar Guðmundsson, sem að nefndi þetta sérstaklega sem dæmi. Þetta er ný framkvæmd. Það er ný framkvæmd að aðskilja fjölskyldur í þessum tilgangi. Þannig að ef við erum komið nýja framkvæmd sem að, mér finnst ekki ólíklegt að byggja á þessari löggjöf að þú einhvern veginn mátt senda fólk bara eitthvað og að það þurfa að vera rosa samstarfsfúst og allt þetta það er ný framkvæmd og ætlum við þá að búið til ennþá fleiri þvingunarráðstafanir til þess að milda þá framkvæmd sem að reynda að gera það ekki vegna þess að þú ert að tala miklu stærri hóp og auknar heimildur og allt þetta sé að vera að segja í stað þess að leiðrétta þá framkvæmd er það ekki það sem er í ólagi? Af hverju var ekki þörf á því fyrir en núna aðskilja fjölskyldur vegna þess að það er engin þörf á því. Það er engin þörf á því að fangelsa barnafjölskyldur til þess að koma þeim úr landi. Það er engin þörf á þessu. Það hafa verið miklu fleiri einstaklingar á Íslandi að sækja vernd heldur en eru núna og það var ekki þörf á þessu. Ég hef bent á það með fólki sem kom frá Úkraínu. Þá var loksins sett á fót one stop shop sem að Rauði krossin var búin að vera að heimta í mörg ár. Það sem þú gengur inn, það eru teknar upplýsingar því, ferðarleiðina, afrita skilríkjum, svo skýrsla. Næsta stopp er læknisskoðun. Ertu með smitsjúkdóm, þarf að einangra þig, þarftu ykkur aðstoð. Flott, komið. Næsta stopp, gjör svo vel, hérna er dvalarleyfið, hérna er úrræðið þar sem þú getur farið í. Dvalarleyfið er tímabundið, en þú mátt vinna, það var enda ekki þannig upphafi eins og vart í það lagað. Og svo skoðum við þetta. Og reyndar er það þannig einmitt að fólk frá Úkraínu er á svona, það er rauninni ekki búið að veita stöðu flóttamanns, það er búið að leggja umsóknina þeirra til hliðar. Það er rauninni komast aldrei almennilega inn í það kerfi sem þau hefur rétt á. En þarna var sannaðist það að það þarf ekkert að taka 3 ár að skera úr þessi mál. Það þarf ekki að taka svona langan tíma og við þurfum ekkert, við þurfum ekkert að búið til einhver fangelsi til þess að auka skilvirkni. Þvert á móti þá erum við að búið til þessi fangelsi til þess að bregðast við breytingu sem hafa verið gerðar sem að minnka skilvirkni og fjölga fólki sem er hérna í einhverju pattstöðu. Það er búið að búa til vandamálið og svo einhvern veginn að leysa það með enn meiri þvingunum og mannréttindaskerðingu. Þá fer maður að velta fyrir sér einmitt, hver tilgangurinn sé. Já, ég er nú bara farin að segja það upp átt, því ég er farin að að því auðvitað vill maður ekki segja hluti sem eru ekki réttir og maður vill ekki væna fólkum eitthvað ómálefnalega. En mér sýnist bara ljóst á öllu með við þetta, það er verið að reyna að stýra því hvaða hópar af hvaða uppruna fólk er sem að sest hér að. Það er ýmsar aðgerðir, bæði í framkvæmd, breytingar í framkvæmd og breytingar á lögum sem hafa verið gerðar á undanförnum árum sem að er ekki undanskilja öðru sem svo að tilgangur með þeim sé fyrst og fremst að fækka einstaklingum af ákveðnum uppruna á Íslandi vegna þess að það er verið að minnka tækifærin til þess að fá að vera og skerða skilvirkni til þess að því að aukin skilvirkni myndi kannski leiða til þess að þau fengi dvalarleyfi og getur bara orðið
bara gildir þjóðfélagsþegnar og ég vil bara nefna dæmi sko, þessi hópur sem kom frá Venesúela er svo gott dæmi fyrir margt vegna þess að þar eru til dæmis með mjög menntuðu fólki. Þetta er hérna mikið heilbrigðisstarfsfólki í þessum hópi en það einhvern veginn á samt að vísa þeim í burtu og þá velti maður sem mitt sko fyrir sér hver er tilgangurinn. Til dæmis, ég er með skjólstæðinga sem eru frá Venesúela sem eru með heilbrigðismenntun og eiga jafnvel aðstandendur hér á landi. Lenda í algjöru pattstöðu vegna þess að þegar þau sýn ekki samstarfsvilja að fá það endurkombann. Endurkombanni byrjar ekki að tikka fyrir þú ferð á landinu. Þau eru ekki með gild skilríki þannig að þau geta ekki ferð á landinu. Og síðan ef þú ert búin að fá endurkombann þá getur ekki sótt neina aðra tegund af dvalarleyfi. Þú getur ekki sótt fjölskyldusameiningu við fjölskylduna þína. Þá er ég að tala bara íslenska ríkisborgara. Þú getur ekki sótt dvalarleyfi á grundvelli sérþekkingarinnar. Þú getur ekki gert neitt. Þú getur ekki farið vegna þess að það fær endurkombann. Þú getur ekki verið vegna þess að þú getur ekki sótt neitt dvalarleyfi. Hvað ætlar að gera? Og við hefum reyndar alveg séð hvað stjórnvöldu finnst að þú að gera vegna þess að þau sögðu það í svari við einu máli sem var í fjölmiðlum daginn. Þið getið bara farið til Venesúela og verið hamingjusum þar. Við erum að tala það að Bandaríkin, Bretland, mörg ríki vara við öllum ferðalögum til Venesúela. Ferðalögum sem ferðamaður. Í mörgum þessari ríki eru ferðamenn öruggari heldur en heimafólk, sko. En þið getið farið og bara átt góða fjölskyldu þar og gott fjölskyldulíf. Þannig að þetta er svolítið vont. Og ég meina einmitt, það er bara þannig. Þetta er farið að snúast hvaðan fólk kemur. Ég held að það sé alltaf færi sem að vilja neita fyrir það. Ég held að því miður þá sé hreinlega hérna... Já, við erum bara komin þangað. Við erum bara komin þangað. Og þá held ég við þurfum bara svolítið að fara að horfa á gildin okkar. Út af hvað þetta samfélag gengur. Og svona gildin sem að við viljum halda á lofti hérna. Og það er ógnin, held ég, sem stafar á okkar samfélagi í dag. Það er ekki hérna komið fólk á hverjum uppruna sem vill verða hluta samfélaginu, vill gangast undir gildin okkar, kemur hérna út af gildunum okkar. Þau er ekki ógnin, það erum við sjálf. Það erum við sem erum að ógna gildunum okkar. Það er það sem við erum að gera. Ekki fólki sem að komi hérna út af gildunum okkar. Þannig erum við komin aftur að hérna þessu frumvarpi sem á að minnka, takmarka eins möguleika námsmanna. Það sem er áhugavert þar og enginn er að minnast þá, sem að mjög pínu fyndið, svona pínu hlægin í mér, er að það voru gera breytingar á lögum fyrir stuttu síðan, þetta er frá 2024. Það var frumvarp sem var gert, það sem voru gera breytingar á lögum sem varða námsmenn, sérfræðinga, alltaf góðu útlendingana, ekki flóttafólk. Það sem að voru rýmkaðar heimildir til fjölskyldusameiningar, lengdur gildistími, það var svona að gera svona að hnika til þess að í rauninni að gera það fýsilegra fyrir fólk frá það sem er kallað þriðju ríki sem er ekki EES-ríki, ekki hérna, ekki innan EES, til þess að koma hérna og setja stað. Þar á meðal námsmannaleyfin. Það var þannig að fólk hafði 6 mánuði í lok náms til þess að finna sér vinnu. Gat fengið þálega vendunni í 6 mánuði. Það var lengt upp í 3 ár. Til þess að gera þetta meira aðalandi. Til þess að fá fólk utan EES til þess að sækja frekar dvalarleyfi heldur en hæli. Hvað gerist? Auðvitað fjölgar þessum umsóknum. Já, það var líka aukin hlutfalli sem námsmenn með að vinna með námi. Hvernig opnar það á þetta? Það opnar á þetta vegna þess að ef ég sækjum nám, sko til þess að fá dvalarleyfi sem námsmaður, þarftu að sýna fram á framfærslu. Þú þarft að sýna fram á að þú getur séð fyrir þér. Þú þarft að vera með sakavottorð, þú þarft að vera með gild skilríki, þú þarft að uppfylla allskis kröfur í ofanála við það að komast inn í skólan. Þannig að þetta er fólk sem ég veit ekki hvernig þetta haldaði fram að sjá röngu forsendum, ég veit ekki hverja það er að vera. Þetta er alveg svona nálarauga sem að þú þarft einhvern veginn að smjúa í gegnum. Þetta er þannig. En ef að þau fá ráðningarsamning, finna sér vinnu, þá er orðið auðveldara fyrir þau
að því að þau mega vinna stærra hlutfall. Áður máttu bara vera, ég man ekki nákvæmlega tölna, minnir að það hafi verið 40%, við hildum að sé 60%, eitthvað svoleiðis núna. Þú mátt fá meiri vinnu, þá getur þú fengið ráðningarsamning sem ég fá bara vinnu hérna á Subway frá Ghana. Ég bara sækja vinnu og þau bara eru að segja á til líta við fjárvital og hérna og ég kemst inn í háskólan, alltaf læra íslensku og svo er ég vinna þarna. Þá get ég sýnt fram á framfærslu. Þetta var erfiðara áður, nú er döðvildara. Auðvitað fjölgar þessum umsóknum sem var fyrirgefðu tilgangur með þessum breytingum. En svo kemur allt í einu á daginn að við viljum ekki, allt í einu viljum við ekki þetta fólk. Og þá fær mér að spyrja sig hvers vegna. Hvað er það sem hverja voru afleiðingarnar annars sem að þið áttu ekki vona og vildu ekki? Ég skal bara segja það voru umsækjendurnir utan EES, þeir voru ekki bara frá Bandaríkjunum og Kanada, heldur voru þeir einmitt frá Afríku, Asíu og þeim ríkjum sem voru sérstaklega tilgreindar á þeirra, ég meina Ghana, Nígeríu og Pakistan. Þetta var svona tekið út fyrir sögja. Þarna varð fjölgunin en ekki endilega á meðal Kanadabúa. Kannski ekki það sem var sé fyrir. Nei. En við skulum leyfa að njóta vafans með þeim hætti að það var önnur ríkisstjórn sem að breytti þessum lögum, en það var ríkisstjórn flokka sem að maður hefur nú kannski hingað tiltalið hægri sinnari eða svona íhaldsamari heldur en þá sem eru nú í ríkisstjórn og dómsmálaráðuneyti var undir Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það er nú áhugavert að sjá ef að ef að Viðreisn er með strangari hugmyndir þar heldur Sjálfstæðisflokkurinn sem reyndar verið svo sem alveg í fleiri efnum, kemur óvart. En kemur óvart, það er alveg rétt. Já. Þannig að það er ýmislegt í þessu sko. Ég get alveg haldið einræðinu áfram. Já, bara gjörðu svo vel. Þetta er nefnilega mjög þarft. Einræðin er einfallega vegna þess að það fékkst enginn til þess að sitja hérna með þess. Já, einmitt. Þannig að Vildu óska þess að vera hægt að þetta samtal. Já. Og ég bara er spennt fyrir því samtali. Hver sem er til í að taka þetta samtal. Svo er einmitt, það er fyndið þetta með samtalið, það er alltaf verið að tala um að það megi ekki tala um útlendingamál. En ég meina, hér er opinn vettvangur og hefur verið staðið til boða í eitthvað tíma frá því að þetta var kynnt og hérna, hér sitjum við tvær. Einmitt, akkurat. Og ég meina, mér finnst ekki tala um neitt annað, sko. Ég vil bara segja það. Og mér finnst nú áhugavert að í aðdraganda kosningarna síðast, að það var nú ekki að sjá að útlendingamál væru það sem að veri kjósundum efst í huga. Nei. En samt var það einhvern veginn agenda hjá flestum flokkum, sem að var auðvitað bara mjög slæmt. Og ég held að þau sem, þú veist, hafðu áhuga á útlendingamálum hafi kannski fyrst og fremst verið fólk sem að vildi verndaréttindi útlendinga en ekki hitt. En svona fyrir þetta og þetta verður vítahringur vegna þess að þeirra stjórnvöld verða svona íhaldsam og svara þessum, hvað við segja, þessum populísku kröfum og þá fer fólk auðvitað að trúa því að það sé eitthvað óttast. Það sé raunverulegt vandamál og það þurfi að fara í þetta verður þannig vítahringur eins og við bara sjáum alltaf allstaðar. En þetta er ekkit vandamál og það er hægt að hérna, ég ætla að taka með tungutak sem er mér kannski ekkit sérstaklega tamt, stjórna hérna landamærunum. Það er hægt að hafa takmarkað aðgengi að dvalarheim hérna án þess að koma illa fram við fólk, án þess að brjóta á réttindum þess. Það er hægt og við getum gert það er bara viljan til. Og þessar aðferðir sem er verið að beita, þær eru óþarfar. Og ég held að við ættum að vera duglegri að líta til annarra ríkja og setja samanburðin upp á borð. Bara vera með samanburðin upp á borðin vegna þess að ég held að við séum bara í tómi djóni hérna, sko. Þriðja frumvarpið sem er núna í meðförum Alþingis, það er varandi afturköllun alþjóðlegrar verndar. Já. Það er að sama, það er ekkert sem kallar á þetta. Það er ekkert sem kallar á þessu breytingar sem að þar eru. Ég hef talað með áður hérna við þetta borð. Það er verið að svara populískum kröfum sem sumar hverjar ganga gegn flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Ekki á þann hátt að það sé of vont við glæpa útlendinga og flóttamannasamningurinn vilja verja alla stríðsglæpamenn, þvert á móti, þá er sko verið að breyta lögum til dæmis þannig að þú getur ekki fengið vernd, getur ekki fengið stöðu flóttamanns ef þú hefur gerst brotlegur við hegningarlög, brotið alvarlega af þér. Þetta stríðir gegn flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Hvers vegna? Jú,
vegna þess að saksókn ein algengasta aðferðin sem stjórnvöld nota til þess að ofsækja fólk. Tökum Rússland sem dæmi. Tökum sko fólk sem að flýr Rússland og hefur hér fengið stöðu flóttamanns. Það mjög gjarnan að flýja einhvers konar, flýja ofsóknir stjórnvalda sjálfra í formi einhvers konar saksóknar. Við getum nefnt bara Pussy Riot hérna. Við getum bara nákvæmlega. Já, og við getum bara nefnt, ég meina það bara liggur algjörlega upp á borðum, alls konar pólitískar ofsóknir sem eru grundvallar á einhverjum hegningalögum og annað. Og stundum hegningalögum sem eru sambarilega á við okkar en stjórnvöld beita þeim bara til þess að taka niður í sínu stjórnaranstæðingum. Þetta ástæðan fyrir því að flóttamannasamningurinn heimilar ekki að synja fólki stöðu flóttamanns vegna þess að það hefur gerst brotlegt við eitthvað. Það má svipta fólk alþjóðlegri vernd ef að það gerist svo alvarlega brotlegt við, sko, það er enda sko, undanþáttnar þessu náttúrulega þú fremur stríðsklæp eða glæp gegn mannkyni. Það er undanþágur. Það er ekki gerð krafa að ríki taki á móti Putin eða Netanyahu. Þú veist, það er ekki gerð krafa það. En það er hægt að svipta fólk alþjóðlegri vernd samkvæmt flóttamannasamningnum ef að það gerist stórkostlega brotlegt og það er talið ógna öryggi ríkisins í rauninni. En vandamáli í þessu frumvarpi er að það gengi miklu lengra. Það er í rauninni heimil að svipta fólk alþjóðlegri vernd á mjög opið í rauninni fyrir rosalega mikið af brotum. En sko samt sko ekki hægt að flytja fólk vegna þess að það grundvallarregla í þjóðarétti sem að gildir hvort sem okkur líka betur eða verður hvort sem við samþykkjum hann eða ekki það má ekki senda fólk þangað sem líf þess í hættu. Ok, og þau viðurkenna það. Ég hef átt þetta samtal við fólk sem ósa sammála þessum lögum. Þá segi ég, það má náttúrulega ekkert senda fólk. Þá gerum við það ekkert. Við erum ekkert að fara að brjóta þá reglu. Og þá spyr ég, af hverju eru þið þá að svipta þau dvalarleyfinu? Það er svipta alþjóðlegri vernd. Það er svo fólk haldi alþjóðlegri vernd þýði eitthvað, ég veit ekki hvað það heldur að þýði. Jú, flóttafólk á rétt á tiltekinni aðstóð í tilteknum aðstæðum en það er alltaf metið í hverju tilviki fyrir sig hvort þú þörf á því og eitthvað slíkt. Það er ekkert eitthvað ókeypis íbúð hérna 20 ára, þetta er ekki þannig. En alþjóðleg vernd í grunninn ekkert nema dvalarleyfi og vernd gegn brottvísun þangað sem að þú ert í hættu. Flóttamannasamningurinn gerir bara kröfu að flóttafólk njóti ekki minni réttinda en aðrir útlendingar í landinu. Þannig erum við komin að hálan ís, bara nefna það með ýmislegt. En með þessu frumvarpi þá vera svipta fólk alþjóðlegri vernd og láta það fá annars konar dvalarleyfi sem umborin dvöl. Og til hvers þá? Það talað þannig af þeim sem að styðja þetta að þetta snúst að brottvísa, að flytja af landinu fólk sem brýtur af sér. En ok, ef það í hættu í heimalandinu þá getur ekki fluta hvort þeir. Af hverju ertu þá að svipta þig einn tegund dvalarleyfis til að láta fara tegund dvalarleyfis sem setur þig á sveitina? Dvalarleyfi sem það með, gerir þeim kleift að vinna, gerir þeim kleift að stofna fyrirtæki. Þau taka út sinn dóm hérna, fara í betrun, ég veit það ekki, afplánun, eitthvað. Geta orðið hluta samfélagina nýju. Nei, þú setur þau umbornum dvöl sem sviptir þau öllum þessum réttindum. Það með ekki vinna, með ekki gera neitt. Hvað verður með þetta fólk? Og hvað er við að græða á þessu? Hvernig er þetta betra fyrirkomulag? Ef þetta svona hættulegur einstaklingur? Já, ég segi það. Og það alltaf talað það hérna, í fangelsismálum. Þá til dæmis ítrekka verið bent á það. Við þurfum að horfa til þess að fólk kemur út á endanum. Og hvað mannesku viltu þá? Viltu hafa hana verri? Eða viltu hafa hana betri? Þannig að hvernig á manneskjana verða betri ef hún sett í þessu stöð? Þannig að þetta bara rosalega kjánalegt, þetta rosalega vittlust og eins og ég þurfti nú að segja í samtali við þingnefnd daginn þegar við vorum að ræða þetta að þá já, en ef hann ekki hættu í heimalandinu ef hann ekki hættu í heimalandinu þá getur þú svipt hann alþjóðlegri vernd hvort sem hann hefur brotið af sér eða ekki. Ef þú ert ekki lengur flóttamaður þá hægt að taka af þig dvalarleyfi sem flóttamaður. Þannig að þetta skýtur skokku við. Þetta bara svona eins og hérna séum við með eitthvað fólk sem búið að ákveða einhverja stefnu en það þekkir ekki lögin og það veit eiginlega, ég ætla bara að segja það veit ekkert hvað það að gera. Nei, þannig hljómar þetta og ég meina í greinagerðinni með
þessu frumvarpi afturköllun alþjóðlegrar verndar í fyrri útgáfunni, það er nú búið að laga það í seinni að því við bendum á þetta, þá stóð sko, já, nú bara ekki hægt að sjá hvers vegna þetta svona í lögunum eins og þeir eru. En það stendur í greinargerðinni við þeim lögum, já, það er út af flóttamannasamningnum. Þannig að sko, þegar þau eru að breyta lögum útlendinga, þá lesa þau ekki greinargerðina, það sem er útskýrt, hvers vegna þetta svona. Þannig að maður hugsa með sér, ef þú lest ekki einu sinni greinargerðina með lögunum svo ert að breyta til þess að skilja af hverju þau eru eins og þau eru, ertu þá búin að lesa eitthvað annað? Ertu búin að lesa flóttamannasamningin? Ertu búin að lesa leiðbeiningar flóttamannastofnunarinnar? Annars ég vil benda þar, flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er mjög íhaldsamt batteri. Hún er ekki róttæk, hún er ekki neitt sérstaklega, hún er almennt gagnrýnd fyrir að vera ekki að standa sér nóg vel í að geta réttinda flóttafólks. Þannig verða virða vettu í athugasemdir flóttamannastofnunarinnar sem segir, já, nei, þið geta ekki gert þetta svona. Í sko lögum útlendinga stendur berum orðum að það eigi, okkur beri skylda og reynda stendur það í flóttamannasamningnum líka sem við erum bundin af, að við eigum að fylgja leiðbeiningum og við eigum að vinna með flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og það er ekki gert þarna og við höfum verið að reyna að benda á þetta. En þannig að ég segi bara við þingmenn sko, það ykkur alveg að veit að fylgja þessi flóttamannastofnunu segir vegna þess að það er ekkit, þau eru ekkit fyrir eitthvað opnum landamærum. Og sama með, þar get ég líka nefnt aftur þetta með að senda fólk til landa þar sem það hefur ekki heimild til koma og dvalar. Við ræddum þetta við flóttamannastofnunina. Fórum að tala um þetta Safe Third Country dæmi sem er þess að þekkist í öllu löndum og þarna erum við kannski komið með þetta, já, þetta er bara eins og í öðru löndum, við erum að samræða með önnur lönd að það sé að senda fólk til annars ríki sem heimaríkis. Ítalir eru með Albaníu, Bretar eru farnir að tala við Rúmeníu. Við erum með Dyflinnakerfið. Ef þú ert með stöðu flóttamanns í öðru ríki, það má senda þig þangað. Það má. Og þau segja, já, það er ekki, við vorum eitthvað reyna að gagnrýna þetta, við vorum útskýrja og þau eru að gera svona og svona og svona og það er hræðilegt. Og flóttamannastofnunin, nei, það má alveg. Á meðan, ég meina, það má alveg, sko, ef að fólk getur farið eitthvað, ef það hefur heimild til að vera eitthvað annars staðar, þá er bara maður að senda þangað. Einmitt, ég segi, en þau hafa ekki heimild til koma og dvalar í þessu landi. Og það var svona eins og þau eru svona, hvað meinarðu? Og ég segi, það er verið að vísa fólki til landa, vísa því, það er ekki hægt að flytja það, segja því að fara til landa sem það hefur ekki heimild til að fara til. Og þau voru bara, já, það var eins og þau bara reynilega tryðu okkur ekki. Og þau væri bara, já, ok, það má ekki, það gengur ekki. Þannig að sko, þetta er ekki fagmannlega unnið. Þetta er ekki alveg sama hvað maður stendur í pólitík. Við þreytist ekki á að segja, sko, því það halda allar ég sé bara eitthvað opið landamæri og aumingi flóttamennir og það snúðist allt það. Nei, ég líka bara, getum við haft hérna réttaríkið okkar? Getum við fyllt lögum sem að við höfum samþykkt og sett og stjórnarskrá og annað. Ég líka bara rosalega formalist þegar það kemur að stjórnarskráni og löggjöf. Ég er rosalega mikill lögfræðingur. Og þá segi ég bara, tökum bara mannúðina. Við getum tekið mannúðina og bara sett hana á ís. Gleymum bara mannúð. Horfum bara á þetta frá köldu lögfræðilegu sjónarhorni. Þá er þetta bara rosalega kaotískt. Leyfa mér að segja að það verður örugglega einhver sár, hroðvirknislega unnið og bara ekki útpælt. Og nei, þetta er ekki samræmi við það sem er að gerast í öðrum ríkjum. Nei, okkur ber ekki skylda til þess að gera þetta. Og nei, þetta er ekki vægari úrræði en við erum með í dag. Nei. Þessar 3 staðreyndavillur þarf bara að leiðrétta. Og ef að þið trúið mér ekki, lesið þið þá gögnin, fáið gögnin, kynnið ykkur málið. Ekki bara tala einhverjum upprópunum og treysta því að einhver annars er búin að skoða þetta og hann treysti því að þú sé búin að skoða þetta og enginn meina neitt. Og að því að þú þekkir hann hún að voða næs gæi. Já, ég meina hann er ekki að fara að segja mér er einhverja vitlis. Þetta er íslenska meðvirknin, sko. Þetta er eitthvað svo leiðis. Ég kannski áður en að ég sleppi þér út þá ætla ég, sko, ef að þessi lög koma í framkvæmd og þarna verða einstaklingar sem að einhvern veginn lenda í þessu fangelsi, brottfararúrræði. Eru þar einhver tíma, þau komast einhvern veginn út eða í samband, og það er reyndar annað í þessu að
þá að takmarka sem þetta rétt þessa fólks til þess að hafa samband við hjálparsamtök, við lögmenn og þar fram til göttunum og þú veist þannig að þetta eru bara algjörlega lokaðir hellar og þar sem að þau hjálparsamtök hafa ekkert aðgengi að þeim og það er ekki hægt að kanna eða skoða eða fara í vettvangsferðir þannig inn af því að það er algjörlega búið að gera það fyrir það en segjum svo að einhver myndi lenda í þessu úrræði myndi kæra Íslenska ríkið hann ekki með nokkuð gott mál? Það verður bara mjög áhugavert að sjá. Já. Ég átti mikið að því fljótu bræði, maður þyrfti náttúrulega að sjá svolítið svona nákvæmlega hvað hefði gerst sko. En bara fyrir þessi, að maður bara kæra fyrir einmitt þessa frelsissviptingu? Ólögmæta frelsissviptingu. Mér þætti mjög áhugavert að sjá svoleiðis mál og það mun örugglega reyna á þau í framtíðinni að þetta er illa unnið, þetta er ekki vel útpælt. En þarna kemur á rosalega mikilvægum punkti sem að ég vil þakka þér fyrir að minna á. Það er, segjum að við ætlum að gera þetta eins og í öllum öðrum löndum. Í öllum ríkjum hefur Rauði krossinn aðgang að þessum stöðum, öllum ríkjum. Þingmenn hlustið á það og passið upp á þetta. Fólk á alltaf, alveg eins og brotamenn, berum þetta bara saman við glæpamenn. Berið þetta tvennt saman og sjáið þið hvort er rétt. Er rétt á því að tala við lögmann? Er rétt á því að tala við mannréttindasamtök? Er rétt á því að leita sér aðstoðar? Er rétt á að bera hönd fyrir höfuð sér? Tryggi þann rétt, tryggi það að fólk hafi þá möguleika af því þetta er fólk í ómögulegu stöðu. Í þessu frumvarpi, það er einmitt. Það er eins og mannréttindasamtök og lögmenn séu bara eitthvað svona vesen, eitthvað svona óþægindi sem að við megum ekki vera að því að díla við. Og við lögmenn lendum í rosalega miklu vandræðum þegar það verið að flytja fólk úr landi. Okkur er meinað að tala við skjólstæðinga okkar. Okkur er meinað að fá upplýsingar það, hvort að einstaklingur sé í haldi. Við erum með dæmi þess að fólk fær ekki að hringja í lögmanni sinn fyrir það komið út á flugvöll. Og þá spyr ég bara, af hverju? Af hverju er þetta svona? Hvers vegna má fólk ekki hringja í lögmannin sinn? Ef þú verður ágjörð því að lögmaðurinn sé að fara að stöðva flutningin, þá er það vegna þess að þú verður ágjörð lögmæti flutningsins. Vegna þess að ef flutningurinn er fullkomlega lögmætur, það er allt í lagi, það er ekkert að, þá getur lögmaðurinn ekkert gert. Lögmaður getur ekki, slögt á flugvélinni. Þú veist, það eina sem lögmaðurinn hefur eru lögin. Þannig að ég skil ekki hvers vegna það að vera að svipta fólk þessum úrræðum. Af hverju þetta svipta fólk andmælarétti, kærurétti? Ég segi bara, pössum þetta. Búið til þess að brottfara stöð, það þarf ekki að setja þessi lög. Það þarf ekki og tryggja það eftirlit með því. Og ein vonbrigði þarna sem ég verð að segja, nú er nýstofnuð mannréttindastofnun sem átti nú að, sem mikla vonir voru bundnar við. Samkvæmt skimunar þessari tilskipun eða reglugerð sem að, ég man ekki hvort það er, sem að, er reglugerð, sem er verið að innleiða líka þarna, þá ber einhverju batteri að hafa eftirlit með þessari skimun. Í okkar kerfi þá ætti það að vera mannréttindastofnun. Mannréttindastofnunin segir ekki neitt um þetta í sinni umsögn og varðandi hlutverk mannréttindastofnunar gagnvart þessum úrræðum. Ég hefði bundið vonir við það að Mannréttindastofnun Íslands myndi taka hlutverk sitt mjög alvarlega þegar kemur að þessu. Af þetta eru mjög útsettir einstaklingar sem eru þarna. Þegar þú ert að tala um skimun, ertu til að útskýra þá hvað ertu að tala? Það er sem sagt með þessu frumvarpi brottfararstöð er líka verið að innleiða Evrópureglugerð skimun einstaklinga sem að koma og sækja menn. Það er verið að skima mansal, það er verið að skima í rauninni fyrir ákveðnum viðkvæmum hópum, það er verið að skima og þetta snýst svolítið að margt gott í því en það er líka margt sem hefur verið varað við og annað. En það er sannarlega eitthvað sem að ég held að fólk geti bara, þingmenn geta sagt já, ok, okkur ber að innleiða þetta, þá segi ég, skoðið þið þessa reglugerð, skoðið þið frumvarpið, erum við að innleiða þetta rétt, erum við að innleiða það og ekki ganga lengra og nú ætlum ég bara að fá hann að uppáhaldsorð en að Diljar mistar, vinkonum minnar, gullhúðun, ekki það, ég myndi aldrei kalla þetta gull,
hvað var hitt orðið sem var notað, ekki gullhúðuna, því að þetta kannski, það lýsir ekki, það er þegar við erum að ganga lengra, við erum að innleiða Evrópureglur, þingi hleypir því í gegn því það er bara að vera að innleiða ykkur Evrópureglur en ennur enginn að kynna sér það, þurfum að gera það hvort þið höfum ekkert þetta að segja, en það er verið að ganga lengra og það er ekki bara, og greinagerðin í frumvarpinu kannski ekki hreinskilin það að það sé verið að gera eitthvað meira heldur en bara kemur fram í viðkomandi reglugerð. Þannig að ég hvet þingmenn til þess að kynna sér þetta, skimunarreglugerðina, brottvísunarreglugerðina, athugasemdir Schengen eftirlitsnefndarinnar, því þingmenn þeir rétt á að fá þær, þó við fáum þær ekki, og ekki íta á græna takkan fyrir en þeir eru búin að sannfæra ykkur að þetta sé allt í gúti, sem það auðvitað er ekki, en þið þurfum ekki að taka mig trúanlega. Arndís Anna, þakka kærlega fyrir þessa mikilvægu yfirferð. Ég er bara mun fróðari fyrir vikið og vona hlustendur hafi bara sperrt eyrun og séu það líka, því að þetta er alvarlegt mál. Það er alvarlegt að setja fordæmi gagnvart einum minnihluta hópi með þessum hætti, því að það hefur nú bara sýnt sig gegnum söguna að þá er hægt að svona, ég bara stækka það og út yfir fleiri hópa. En ég ætla að byrja ykkur að doka við og fylgjast með nokkrum auglýsingum og svo höldum við áfram. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.